Vistspor mælikvarði á hve mikið af gæðum eða auðlindum jarðar fólk notar, til dæmis við neyslu eða annað sem við erum að gera. Þetta nær yfir orku sem við notum, það eru auðlindir sem eru nýttar við að búa það til það sem við þurfum að nota, hvað við skilum út miklum úrgangi og hvaða mengun það skilar frá sér, og því meiri neysla, þeim mun stærra vistsporið. Við þurfum pláss til þess að búa einhvers staðar, við þurfum mat, vatn og orku til þess að lifa. Þannig að þetta okkar líf, það hefur heilmikið vistspor. Svo er þetta spurningum að ein manneskja getur haft stærra vistspor heldur en önnur, og meira að segja sama manneskjan getur unnið því að minnka vistsporið sitt með því að nýta hluti betur og vera ekki að kaupa alltaf nýtt. Það er mjög breytilegt líka eftir landsvæðum hvað vistsporið er stórt, sem sagt á jörðinni, og við getum ekki í raun lifað endalaust, því að í raun var mannkynið sjálfbært hvað vistsporið varðar, þar að segja jörðin gat haldið úti öllu mannkyni einhvern tímann í kringum 1970. Síðan þá höfum við verið að eyða meira af auðlindum jarðar en jörðin nær að endurnýja. Þannig að við erum í raun ekki sjálfbær í dag. Það er einn galli við vistsporið, það er rosalega erfitt að reikna sem einhverja tölu, því í fyrsta lagi hvaða einingu ætti það að vera. En við getum alveg borið saman að vistspor við að gera eitthvað ákveðið meira eða minna heldur en vistspor við eitthvað annað.